Hvað heita þessar línur í þríhyrningnum og hvernig þær táknaðar? Þetta eru 4 línur, 1, 2, 3 og hérna 4. Og þær heita ákveðnum nöfnum og þær eru merktar með ákveðnum hætti og þær heita hérna helmingunarlínar, miðlína, miðþverill og hæð. Ég þarf bara áttum á því hver hvað. Og ef þú treystir þér til að halda áfram að spýtur, þá skaltu stöðva myndbandi hér og reikna dæmið, annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Hvað heita þessar línur í þríhyrningnum og hvernig þær táknaðar? Þetta eru 4 línur, hérna teiknaðar með mismunandi litum og fyrsta línan, hún fer hérna upp í hornið A og skiptir horninu í 2 jafnstóra parta. Hún heitir þá helmingunarlína hornsins A af því hún skiptir horninu A í 2 jafnstóra parta. Hún er táknuð með stórum bókstöfum vaff af því horni sem hefur verið að klippa í tvennt eða vaff af horninu A. Lína 2, hún hittir hérna línuna C í miðju línunar. Þannig hér er punktur í miðri línunni C og línan fer beint upp frá þessum punkti og myndar þá 90 gráðu horn á línuna C. Þessi lína heitir miðþverill á línunni C og er táknað með litlum bókstöfum N af línunni C. Lína númer 3, þessi græna, hún fer beint úr þessum punkti hér á línunni B, þetta er línan B hérna, hún fer beint úr þessum punkti hér og upp í hornið B, þannig að það myndast 90 gráðu horn á þessa línu. Þessi lína sem fer beint upp í hornið og myndar 90 gráðu horn heitir hæð á línunni sem að hún byrjar er línunni B og hún er táknuð sem H af B. 4. línan, þessi hér, þessi lilla bláa, hún byrjar í þessum punkti hérna sem er á miðjunni á línunni C. Og í staðinn fyrir að vera beint upp eins og lína 2 gerir, þá fyrir hún upp í hornið C. Þannig að hún byrjar hérna í punktinum á miðjunni á línunni C og fer upp í hornið C og heitir fyrir vikið miðlína línunar C og er táknuð með litlum bókstöfum MC.